Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og verið velkomin í umræður það sem við eiginlega köllum fangabúðir fasismans og fegurðina í fjölbreytileikanum. Og það viðmælandi minn Arna Magnea Danks sem eiginlega fann þennan fallega titil. Þú ert nú líka ljóðskáld. Þér margt til listalagt. Já, takk. En ert komin hingað eiginlega sem svona fréttaritari okkar á samstöðinni, fréttaritari Rauðaborðsins í mannréttindamálum. Já. Og við erum búin að tala saman eiginlega ástandið í Ameríku og trumpismann og hvernig eiginlega þessi svona, svaðalegi fasismi bitnar að þér verið fyrst á transfólki eða fyrst og svona mest áberandi og mér langaði eiginlega bara að spyrja þig kannski fyrst bara út í, hvað svona frétta frá þessu ástandi þarna í Ameríku? Ástandi í Ameríku náttúrulega aldrei bara bundið við Ameríku. Það má segja að þessi að flytja út þetta hatur og nú þegar vitnisburður það hér á Íslandi að þetta að aukast hatursorðræðan gagnvart transfólki á netinu. Og það bara spurning hvenær það raungerist og ofbeldið gagnvart transfólki verði ábyrjandi ekki bara á netinu heldur í raunheimum líka. En það gott að líta til Bandaríkjanna vegna þess að það svona víti til varnar. Það sem að gerast þar í dag getur gerst hjá okkur á morgun. Og við erum að sjá núna að eftir að hann gaf út þessa forsetatilskipun að transfólk var ekki lengur til. Það hélt rosalega mikið af transfólki, það hefði smá svigrúm. Það gæti endurnýja passa sinn, það gæti fengið ökuskírteini, það gæti svona komið sér fyrir horn áður en þetta yrði virt. Vegna þess að við vitum það að hið opinbera það þarf tíma til þess að aðlagast breytingum og það tekur tíma að breyta einhver reglugerðum. Þannig var eiginlega staðan þegar við spjöldluðum fyrir 2 vikum síðan, þá hélt ég þetta líka. Já, en bara, ég meina, svipað eins og þegar lögum kynrænt sjálfræði voru samþykkt frá Alþingi 2019. Ég meina, það ennþá hluti þeirra laga sem ekki komin að fullu í gagnið að því að bara opinbera svolítið að draga lappirnar. En þessi tilskipun í Bandaríkjunum, hún gerði samstundis sem að þýðir að annarkvort var búið að undirbúið þetta áður en hann gaf út tilskipunina eða innan stjórnkerfisins var bara rosalega mikið af fólki sem var í hliðholt Trump sem var tilbúin að fara með þetta í gegn 1, 2 og 3, hvort sem að það var tilbúið til þess eða ekki. Nú verið að innkalla til dæmis vegabréf sem ekki fallin úr gildi. Það verið að senda fólki bréf þar sem að þér raunni sagt að vegabréfið þeirra sé falli úr gildi þó svo að það sé kannski 2, 3, 4 ár eftir að gildistímanum samkvæmt vegabréfinu, þá bara verið að segja nei, þetta vegabréf ekki lengur gild af því það með vitlausri kynskráningu. Fullskeggjaðir karlmannlegir transmenn þurfa að fara að breyta kynskráningunni í kvenmann á vegabréfinu. Þetta þýðir náttúrulega að transfólk getur ekki ferðast því að leið og transmaður ferðast til annars lands og allir sjá hann sem karlmann sem að hann að vissulega en það stendur kona á vegabréfinu þá mun hann lenda í vandræðum í heimsóknarlandinu og lenda jafnvel í fangelsi og alls konar vesenni sama með transkonuna og þeir sem að neita þessu að neita því að láta vegabréfina hendi eiga á hættu að fara í fangelsi og það heldur ekkert grín vegna þess að það búið að gefa þá tilskipun að transkonur fara í fangelsi fyrir karlmenn sem að býður upp á að þeim verði misþyrmt kynferðislega og líkamlega
Og þú sagði að þetta nú þegar, þetta ekki bara einhver áætlun, heldur nú þegar einhverju sem hafa lent í fangelsi, ekki, eða einhvers konar fangabúðum jafnvel. Já, ég meina, ég og vinkonu sem býr í New York sem transkona og að frumbyggja ættum, hún að mig minni 1/4 Cherokee, fædd og upprunnin í Bandaríkjunum, en hún náttúrulega með dekkri húðlit heldur en svona gengur gerist. Og hún lendi því að hún fekk svona bréf þar sem var sagt að vegabréfið hennar væri ógilt og hún fór og henni var sagt að koma með fæðingavottorðið og ökuskírteinið og hún fór með allt, löglegin borgari sem hefur aldrei fengið svo mikið sem hraðasegt og það var allt tekið af henni. Og bara daginn eftir kom ICE sem stofnunin sem hefur að gera með innflytjendur og tollamál og útlendingamál, Immigration and Custom Enforcement Agency. Landamæra já, og alls konar lögregla sem bara bankaði upp á hjá henni og konunni hennar og ætlaði bara að taka hana og setja hana í svona fangabúðir. Sem átti sig að flytja nú landi til Mexíkó. En þarna erum við að tala um mannesku sem á meiri réttindi í raun og veru að búa í Bandaríkjunum heldur en nokkuð tímann Trump og hans kumpanar. Þar sem hún að frumbyggja ættum. Sem betur fer þá hafði hún og konan hennar gifst og hún átti hjónavottorðið og gat sýnt það og sannað að hún var í bandarísku ríkisborgari. En það nefnilega staðreyndin að nú þegar vera að smala fólki sem að grunur leikur á að séu ólöglegir innflytjendur. Í mörgum tilfellum bara verið að tala um fólk sem trans eða með dökkan húðlit sem á einhvern hátt passar ekki inn í þessa staðalímynd hinn sanna bandaríska borgara eftir því sem að Trump og company búin að útleggja og svona setja fyrir sig að sé drauma borgarinn sem við vitum öll að bara þessi ímynd sem að var 1950-55 af Jack and Jane, þar sem að Jack var með skolleita hár og blá augu og Jane var ljósar og með blá augu og, við erum bara að fara í þennan fasa sama aríska hugmyndafræði og var bara í seinni heimsstyrjöld og þetta að gerast fyrir fram að nefið á okkur og þetta geta gerast bara þar vegna þess að þessi hugmyndafræði að henni vex ásmegin allstar líka hér á landi. Þú hefur fundið fyrir því bara hefur fundið fyrir því að henni vaxi ásmegin hratt eftir að þetta eiginlega leyft að gefið einhvers konar leyfi í Bandaríkjunum? Já, ég meina það voru ef það kom einhver frétt til dæmis sem að snerti transfólk og inn á svona athugasemdakerfum fjölmiðluna að þá kom alltaf svona einhver skítakomment en núna þá skipta þau bara tugum og hundruða þannig að þau eru búin að vaksa, þessi veldisvöxtur ógnalegur og komment eins og að transkonur sé ekkit annað en ógeðslegir karlmenn sem eru geðsjúklingar sem eru búin að láta limlesta sig til þess eins að geta farið í kvennarými sem náttúrulega svo fárlegt sem að hugsa getur að þetta að fá kannski 100 like hjá fólki sem bara það sem við myndum kalla venjulegt fólk á Íslandi þá og ferðu og finnur Ertu orðin svona ónæm fyrir því eða finnur, þetta sárnaðir ennþá svona bara að sjá kannski einhver ný nöfn meðal þessara sem læka? Ég manna, maður aldrei ónæmur fyrir hatrinu því að maður óttast það sérstaklega því ég á börn og ég óttast þetta fari að hafa áhrif á strákana mína og þetta fari að hafa áhrif á fólk sem að mér þykir vænt og ég sé hvernig þetta hefur áhrif á yngri kynslóðir transfólks. Það ákveðið vonleysi og ákveðin ótti.
og ég vil bara segja við þetta fólk, það alltaf best bara að vera með það sjálfur 100% sama hvað gerist og bara upplifa gleðina í litlu hlutanum. Ég veit hver ég veit hvað ég þarf ekki einhvern annan til að staðfesta það, ég þarf ekki einhvern annan til að samþykja það. Þannig að þetta hatur og það sem að þetta fólk segir, ég veit að það rangt, ég veit að það vitleysa. Það skiptir ekki máli. Það sem ég ágjur af að ef þetta hatur vex, að þá muni það hafa neikvæð áhrif á strákunum mína. Ég meina, fyrir nokkrum árum, og þá var samt ástandið mikið betur en það er núna, og ég var tiltölulega stutt komin í breytingaferlinu, ef við getum orðað það þannig, að þá var ég kölluð ógeð og viðbjóður í Bónus og Húsdýragarðinum og skyrta mig út á götu og svona ýmislegt annað. Bíllinn minn var lyklaður og þú veist, alls konar svona sem að við myndum skilgreina sem hatur. Og ég fekk hérna, eins og hefur komið fram, ég hef fengið hótanir, bara lífláts hótanir sem að ég fór meðal annars til lögreglunar, en lögreglan tók ekki alvarlega því að þær voru, þú veist, ekki nógu beinskeyttar að þeirra skapi. Ég held að þeir hafi viljað að hóturinn hafi sagt bara, ég ætla að koma til þín á miðvikudaginn 2:00 og drepa þig. Ég veit ekki hvað þeir þurftu, en þetta þú veist, já. Þannig að lögreglan líka hérna á landi hefur ekkert alltaf verið rosalega vinveitt transfólki og transfólk hafi fundið fyrir því. Bæði hér og í Bretlandi og meilandi, Evrópu og annars staðar, að það hefur verið rosalega erfitt að fá einhvers konar vernd og fá viðurkenningu á því að hatrið sé raunverulegt. En þetta er náttúrulega bara nákvæmlega sama og konur hafa fundið fyrir frá örófa og sérstaklega kannski síðustu 150 árin þegar það byrjaði að berjast fyrir sínum réttindum og kosningarétti, að þá leið og þær fóru svona aðeins að fá ykkur réttindi, þá fenguðu drullun yfir sig. En finnir þú fyrir stuðningi sko, eins og kvenna sem hafa verið í framvarasveit í þessari baráttu kvenréttinda eða annara hópa sem eru svona jaðarhópa til dæmis, eða bara hlýtur ekki að koma upp svona opinber eða ekki endilega opinber sko, ég meina, kemur ekki stuðningur, finnur ekki fyrir stuðningi líka þegar það er svona hart sótt að? Jú, vissulega, þú veist, hér á landi sem betur fer hefur til dæmis Kvenréttindafélag Íslands staðið algjörlega með okkur. Og ég og margar transkonur erum félagar í Kvenréttindafélagi Íslands. Og femíníska hreyfingin hér á Íslandi hefur staðið með transkonum og svona fjölmenningarsamfélagið allt saman og þessi minnihlutahópar sem að berjast fyrir sjálfsögðum mannréttindum hafa verið mjög dugleg að standa saman. Meira hér heldur gengur gerist annars staðar. Þó vissulega var á tímabili það var svona það var alveg svona ákveður hreyfing feminista hér á landi sem að vildi meina það að það veri bara andstætt þeirra lífsskoðunum að transkonur væri konur. Það sögðu að þetta væri bara annarlegir karlmenn að performa kvenleikan og gerðu sér enga megin grein fyrir þeirri þjáningu sem að aðrar konur hafa gengið í gegnum. Málið er bara að transkonur verða fyrir öllum þeim fordómum sem að aðrar konur verða fyrir og í ofanálag verða þær fyrir fordómum fyrir að vera transkonur. Bara alveg eins og innflytjandi konur sem eru innflytjendur sem koma hingað, þær verða fyrir öllu því sama og aðrar konur verða fyrir. Það verða fyrir fordómum fyrir það eitt að vera konur, en það verða líka fyrir fordómum fyrir að vera innflytjendur. Þannig að þú veist, þetta er fleiri en ein breyta og það stundum gleymist.
Þannig að þetta já, það einhver stuðningur auðvitað þegar það líka einmitt eins og segir aukið, eins og það líka talað náttúrulega bara á Íslandi, aukin rasismi og svona fólk óhræddara við að tjá sig svona, og það talað já, bara meiri hömluleysi í svona hatursorðræðu. En segðu mér aðeins með Bandaríkin, eru þar sterkir talsmenn transfólks? Ert þú að lesa svona eins og transfréttir frá Ameríku, svona eins og transtíðindi eða skrif sko, sem verið að... Nei, náttúrulega, sko, það eru samtök, stór samtök, Human Rights Organization, sem eru mjög duglega að berjast fyrir mannréttindum og þar á meðal réttindum transfólks. Það líka GLAAD sem var upprunalega homor og lesbíur og eru samtök sem berjast fyrir allt hins einn fólk og eru mjög öflug samtök. Það eru svona áhrifavaldar transfólk sem hafa náð langt og einu öðru sviði sem eru svona, hvað getur sagt, mjög sýnileg í barðunni eins og Laverne Cox og leikona og en það engin svona transtíðindi og transfólk, þú veist, við erum ekki nema kannski mestalega 1% af mannkyninu, við erum svo fá og að það að gera einhverja ógn úr okkur náttúrulega, þú veist, að allir sem að hafa hálfa skrú í hausnum myndi geta sagt sér að það sem að kallaði í Bretlandi svona, þú veist, rauð sild, red herring. Þetta bara svona blórapökull sem hefur verið að nota til þess að breiða yfir inni aðra hluti. Ef að þú ert algjörlega vanhæfur í þínu starfi sem stjórnmálamaður, hvað gerur? Þú býr til þykjustunni óvin eða þykjustunni vandamál og sem leysur þykjustunni vandamálið og þar með getur þú talið sjálfur og öðrum trúum að þú sést rosalega færi í starfinu einu, að þú leystir þykjustunni vandamálið sem þú bjóst til sjálfur. Og það nákvæmlega sama það sem fólk að gera með transfólk. Það að búa til vandamál sem ekki vandamál, hefur aldrei verið neitt vandamál og mun ekki vera neitt vandamál. Og ráðast á það og segja síðan, hei, sjáu hvað við erum að gera. Og það farið fram mjög sko, eins og segir, það ógilding. Já. Og svo það fangelsanir. Já. Og en hvernig fréttir þú af þessu? Nú þetta vinkonan þín sem verður fyrir þessu. Já. En hvernig fréttir þú annars af því hversu hratt þetta gengur svona? Ég frétti náttúrulega, þú veist, ég á 2 vinkonur sem eru trans í Bandaríkjunum sem að ég í miklum samskipti við og reyni meiri samskipti núna eftir að Trump var kosinn, bara að maður hefur ágjur af þeim og maður óttast þær og ég myndi helst vilja að þær myndi bara flytja úr Bandaríkjunum. Ég sagði við aðra þeirra, þú veist, þegar þetta kom upp á akkur bara kemur ekki til Íslands, þú veist, af því að ég held að fólk skilji það ekki sem að upplifir það ekki á eigin skilni að það að vera trans í Bandaríkjunum í dag bara mjög svipað og vera gyðingur 1933 í Þýskalandi. Við vitum ekki hvort þetta fari alla leið þangað, en Trump nú þegar farin að tala að stækka Guantanamo. Hann að tala að búa til nýjar búðir nálægt landamærunum. 1939 og 40 þá voru gyðingarnir fluttir í heilu lestaförmunum til Póllands í útrýmingabúðir. Núna verið að flytja þá sko með herflugvélum í búðir, til dæmis á Kúbu. Flytja hverja? Ólöglega innflytjendur, transfólk og aðra sem að þeir telja óæskilega. Óvini ríkisins. Já, raun og veru. Og þegar þú skoðar hvað þetta fólk á allt sameiginlegt, það að segja að þú tekur burt svona kynvitund og kynhneigð fólks,
að þá þetta fólk sameinlegt sem að Trump ráðast gegn að vera dökkt og hörund, meira minna. Það fyrst og fremst transfólk sem er af frumbyggja ættum, af latínu ættum eða svart sem hann að ráðast á fyrst og fremst. Og það bara mjög áberandi og hver sem að vill skoða þetta, þú veist, að þetta bara, þú veist, transfóbía, homofóbía, innflytjendafóbía, þetta allt bara mjög skyldi rasisma og á rætur sinna rekja til rauninni nýlendustefnunar, þú veist, sem að má segja nær hámarki á Viktoríutímabilinu, þar sem að vísindamenn í Evrópu hreinlega settu fram þá kenningu og byggu til sannanir þess efnis að hinn hvíti karlmaður væri efstur í þróunasteganum. Ég meina, konur og allir aðrir húðlitir voru sett skurina lægri og þetta var sett fram sem víslega staðreind. Vitum alveg þetta vitleysa en enga síður, þú veist, lygi sem sögð nógu oft, vitleysa og heimska sem sögð nógu oft, hún fer að hljóma eins og sannleikur. Ég meina það fleira fólk núna sem trúið því að jörðin sé flöt en fyrir 500 árum. Bara svo við tökum dæmi. Já. Þannig að það erfitt að vinda ofan af þessu rugli. En hvað myndir þú segja væri svona, ég meina hvað til bragðs að taka? Þess að þú nefnir það, að þú nefnir við að þú óskir þess kannski að vinkona þín í Bandaríkjunum komið til Íslands, en svo hugsa maður Ísland og þegar Íslendingar buðu Venesúela búum að koma hingað og rákur svo stóran hluta þeirra mitt upp í flugvél bara og í skjóli nætur og sko, ég man ekki nákvæmlega hvernig teknilega það var, en það var ansi svona brútal aðgerð og framkoma við flóttafólk og innflytjendur náttúrulega ekki alveg ekki að mínum að þetta ekki alveg til sóma hérna á Íslandi. Nei, og ég held að allir og öll sem að hafa kynnt sér þessi mál, sko bara, ef að maður bara kynnir sér þetta burt sér frá öllum tilfinningum og kynnir þetta sér bara út frá hagfræði, bara kalt mat, að allar vestræna þjóðir, allar, hafa grætt á innflytjendum. Þú veist, elliheimilin okkar, meira og minna, hjúkrunarheimili og annað, að við gætum ekki verið að reka þessa þjónustu án innflytjenda. Nánast allur þjónustugeirinn okkar og ein af þessum grunnstóðum hagsældar Íslands sem að ferðamannaiðnaðurinn, að hann rekið meira og minna af innfluttu vinnuafli. Já. Síðan þegar við skoðum aðra stóð sem sjávarútvegurinn, að þó að sjóminnir okkar, þú veist, og þessi sem eru svona betur borgaðir, sem eru þá hvítir, að þá meira og minna fólki sem vinnur í fiskvinnslu, að það af erlendu bergi brotið. Og við erum búin að vera sem þjóð að flytja inn fólk frá Pólandi í meira en 100 ár. Til þess að vinna í fiskvinnslu. Þannig að það að búa til eitthvað svona vandamál úr innflytjendum og flóttafólki, það líka svona bara rauð síld, svo ég þýði þetta red herring yfir á íslensku. Það bara fárlegt. Þarna erum við að taka eitthvað sem ekki vandamál og búa til vandamál úr því. Og síðan koma fram stjórnmálamenn og segja, já, við ætlum að nú aldeilis að tækla þetta vandamál. Af því það náttúrulega auðvelt að ráðast á fólk sem að getur ekki borið hönd yfir höfuð sér. Á sama tíma þá eru þeir gessanlega getulaus þegar kemur að alvöru vandamálum, eins og hnattlínun, eins og súrnun sjávar, eins og hækkandi sjávarstöðu í kringum Ísland og svo framvegis sem raunverulega vandamál. En við skulum ekki að horfa á raunverulega vandamál. Við skulum búa til gerfi vandamál og síðan leysa þau með gerfilausnum og skaða síðan alvöru fólk í leiðinni.
En hvernig eru íslenskir svona stjórnmálaflokkar leyfa þeir sér að vera með svona að tala niður til transfólks opinberlega til dæmis? Sumir, já. Þú kannski myndist á það hérna, kannski miðflokkurinn er það ekki? Miðflokkurinn, flokkur fólksins gerði þetta, þú veist, ákveðni þingmenn hjá þeim og náttúrulega lýðræðisflokkurinn. Það var náttúrulega bara flokkur sem að byggði á algjörum trumpisma. Það var bara flokkur sem að má segja hafi fengið sína leikreglur og sína handbók algjörlega þaðan. Og þar var rosalega hörð og óvægin svona orðræða frá því fólki og þeirra stuðningsfólki, gagnvart transfólki. Og þau segja það sem að náttúrulega þeim finnst að almenningur muni grípa. Við erum að bjarga börnunum. Við erum að bjarga börnunum. Og hver vill ekki bjarga börnunum? Við viljum öll bjarga börnunum. En hvaða börnum? Það er nefnilega að þetta fólk vill ekki bjarga öllum börnum, bara sumum börnum. Og transbörn eru raunveruleiki. Það verður engin trans seinna á lífsleiðinni, alveg eins og það verður engin örfendur seinna á lífsleiðinni. Við fæðumst svona eða hinsegin. Og það að neita transungmennum og börnum að vera þau sjálf er að valda þeim óbætanlegu tjóni, sálrænum skaða og það fari gegnum vitlausan kynþroska er að valda þeim óafturkræfu og óbætanlegu tjóni til lífstíðar. En þeim er nákvæmlega saman það. Það kom inn að ég var einmitt í spjalli við kennara og konu sem hefur mikið pælt í fjölbreytileikanum. Að hann sé ekki bara til varnar börnunum, er að hugsa hvernig getum við eiginlega hjálpa börnunum, eins og þú segir, lýðræðisflokkar og svona ýmsir kannski sem að daðra við fasismann, nota oft börn og hérna vamleysi barna og öryggi barna sem svona, hvað heitir það, réttlætingu fyrir mjög hérna vafasum eða bara ofbeldisfullum aðgerðum. En svo hefur komið einmitt á daginn að þessi fjölbreytileiki sem að kannski var samþyktur í einhverjum skjölum í skólakerfinu honum hefur aldrei verið fylgt eftir sem stefnu, sem raunverulegri opnun og prógrami sko. Þannig að núna eru fólk að tala að þetta er bara ómögulegt þessi fjölbreytileiki og þetta er það sem er orsök vandamálana og þetta er orsök ofbeldisins og svoleiðis. Á meðan að þeir sem þekkja til að segja að það er eiginlega bara, við höfum aldrei stutt nægilega vel við fjölbreytileikan og það er að þér virðist eina leiðin til þess að sporna við ofbeldinu sko. Þannig að það er einmitt akkurat öfug leið. Þar að segja, ef þú ætlar að verða börnin þá áttu að styðja við starf sem að styðja við fjölbreytileikan. Já. Þetta hljómar svolítið eins og sérst að tala skóla án aðgreiningar sem að er stefnan sem að við erum að vinna eftir hérna á Íslandi. Já. Og allir kennarar, og nú er ég sjálf kennari, að hérna viðurkenna að þessi stefna hefur verið svolítið erfið í praktís og kannski höfum ekki verið nógu dugleg að segja akkurju hefur hún verið svona erfið. Hún hefur verið erfið vegna þess að gamla skólakerfið áður en það var tekið upp er henni sama skólakerfið og við erum með núna. Hefur svo lítið breyst og þegar við tökum upp nýja stefnu eins og skóla án aðgreiningar og lögðu niður sérskóla fyrir til dæmis fjölföllu börn og börn sem voru með allskyns raskanir þá átti náttúrulega fylgja því þessi sérfræðingar áttu að fara inn í almenningsskólana og fjármagni áttu að fylgja og hérna en staðreyndin er svo að sérfræðingarnir komu aldrei með þessu börnum í staðinn var ákveðið að fjölga stuðningsfulltrúum og stuðningsfulltrúanir sem er dásanlegt fólk
sem að gera þetta þú veist bara af einu stóru hjarta yfirleitt fólk sem frekar ungt að gera þetta með námi ofta gera þetta af hugsjón en kannski ekki nægilega þjálfuð og undirbúin til þess að tækla erfiða og krefjandi nemendur sem kannski með fjölþætta og erfiða raskanir á bakinu og þegar þú ert með nemenda sem með margar og erfiða greiningar og þú veist ekkert hvað þú átt að gera og þú ætlar að reyna bara að sussa hann eða beita honum svona, þú veist, svona það sem við kallum tough love og bara segja, nú hættir þú og eitthvað svona dæmi að þá gerur bara hlutina verri þú veist, ég sé nemendur það sem að þú veist, bara blíðasti og bara einstaklega góðhjörtu manneskja sem stuðningsfulltrúi bara, þú veist bysti sig aðeins að því að hún taldi að þetta var nú það sem þurfti að því að krakkin var nú bara rifna úr frekju og krakkin bara umturnaðist og hann var með flókna og erfiða greiningu meðal annars var hann með þroskaskerðingu og mikla einhverfu og hann fór bara í burnout þar sem að þessi einstaklingu þurfti fyrst og fremst á að halda var eitthvað sem skildi þú veist hvað lá á bakvið því að hann var að hegða sig svona og í uppbyldi til ábyrgðar sem er svona kerfi sem ég mjög hlynnt alltaf að tala að það alltaf einhver ástæða bakvið alla hegðun og fyrsta skrefið að komast að því hver ástæðan fyrir því að barnið sé að haga sig svona og vinna út frá því og reyna að fá barnið sjálft til þess að vinna sig út úr því sem að það að glíma við með því að með leiðandi spurningum og með þolinmæði en þetta náttúrulega rosalega tímafrekt kerfi og þegar þú ert með uppeldi ábyrgðarkerfi og ætlar að gera það vel þá þýðir það að það þyrftir að vera 2 kennari í öllum bekkjum vegna þess að annar kennarinn þarf að sinna þessu hann þarf oft að sinna því að slökkva þessa elda og kerfið okkar bara ekkert byggt þannig kerfið okkar byggt þannig og því miður virðist vera eins og samningarnefnd sveitarfélag að reyna að gera núna að það byggt þannig upp að það verið að hrúa allt of mörgum nemendum saman í bekk með kerfi eins og skóla og aðgreiningar þannig að við erum kannski með nemendur við erum með 26 nemendur í bekk hljóðvistin hræðileg við erum með nemendur sem eru með á einhverju rófi sem að þola ekki hávaða sem að eru búin á því andlega og líkamlega bara þú veist strax klukkan 11 á daginn við erum með einstaklingar sem að eru tvítengdir, þrítengdir jafnvel einstaklingar sem koma frá brotnum heimilum einstaklingar með flókna áfallastreituröskun allt saman í bekk rosalega við erum með þverskurð að samfélagið sem við sjáum hérna sem alls ekki fullkomið það líka samfélagið í bekkjunum og eina sem við getum gert að vinna út frá hjartanu og reyna að fá börnin og fá samfélagið, þetta samfélagið sem litla skólasamfélagið til þess að vinna saman, efla samvinnu og samkennd, því það lykillinn. Því að leið og þau skilja að þau eru saman í þessu öllu saman, einn fyrir all og allir fyrir einn og allt það, og þeim fyrir að líða vel í einn skinni, að þá geta þau lært hvað sem og þá geta allir lært hvað sem En við gerum það ekki með að við erum að reyna að tróða sömu kennslubókinni á alla. Og við erum ennþá að beita sömu aðferðum og við vorum að gera 1952 og við gerum það heldur ekki með að við erum endalaust með einhverja mælingar og við erum að reyna að setja þetta upp í eitthvað fallegt Excel-skjal þar sem að við getum mælt árangurinn og árangurinn betri í dag en í gær að framleiðnin sé betri í dag en í gær en börn eru ekki, þú veist, fiskar á færibandi og við eigum ekki að koma fram með þau þannig og barn sem að nær kannski ekki fullkomlega lesa núna
það nærði á morgun. Þú veist, við þroskust mismunandi, við tökum mismunandi langa tíma í það og þú veist, og við aldrei að gefast upp á einu einasta barni. Ekki einu einasta. Hvernig var þín skólaganga svona? Þín líðan í skólanum? Ég kannski svona kennari, þú veist, að því að minn skólaganga var nú ekkit til þess að rópa úr yfir. Ég var eiginlega bara sjálfal í skólanum því að ég átti auðvelt með að læra og var svona það sem einhverju bráðgert barn. En þegar ég var 8 ára þá kemur nýr útskrifaður kennari að kenna okkur og henni fannst ég bara stórfurðuleg og var alveg með það á hreinu ég hlýt að vera heyrnarlaus og sendi mig í heyrnarpróf, ekki einu sinni heldur 2 og einhverja greiningar og út úr þessu greiningum kom það að ég var í bráðgerð, ég var í velgefin, ég læsi á hvolfi, þurfti að læra að lesa på nýtt. Já. Ég lærði að lesa af sjálfri mér og var orðin fluglæs 5 ára en bara hvolfi. Já. Og það var vegna þess að eldri bróðir minn, hann las alltaf fyrir mig og systur mína meðan hann var heima og ég lá alltaf á maganum á mótunum og fylgdist með myndunum og svona og einhvern veginn lærði ég að lesa svona. Og hérna, já, og síðan kom úr þessari sjálfgreiningu að ég væri svona náttúrubarn sem virtist verið í lagi. Þannig að þetta var nú greiningin sem ég fekk. Náttúrubarn sem virtist verið í lagi sem að var hugsanlega heyrnarlaus og bráðger sem að læsa á hvolfi og þurfti að laga það. Og það var náttúrulega ekki mikið hjálp heima. Við vorum eiginlega bara mjög snemma gerðar ábyrgar fyrir okkar eigin námi, ég og systir mín. Og ég, að því hún var yngri, þá var ég oft gerð ábyrg fyrir hvernig henni gekk. Og það kom í ljós mörgum ára seinna, hún var bæði lesblind og skrifblind og afburða vel gerð og vel gefin manneski alla staði. En fekk ofta að heyra það frá föður okkar hvað hún væri heimska því að hún átti erfitt með að læra að lesa. Þú veist, þetta er manneski sem hefur bara skilað sínu mjög vel í gegnum lífið og er hárgreiðslukona og er businesskona í alls konar business og bara gengur rosalega vel og og er langt í frá að vera vitlausari en systir hennar sem að situr hér en skólakerfið var henni ekki gott út af þessari lesblindu sem að kom ekki, sem að var ekki einu sinni aðtuga þegar við vorum í skóla. Veist, ég hef sagt áður ég fætt 1970 og mér finnst að stundum farið að hljóma eins og ég hef verið fætt 1870. En það var eitt kennari og það er kannski, þú veist, þessi kennari sem að og við eigum öll svona kennara og Vigdís Finnbogadóttir sagði þetta á sín tíma. Við munum öll eftir þessum góða kennara. Og ég hef átt nokkra virkilega góða kennara en þegar ég var 10-11 ára ég var hljóðvilt, ég heyrði ekki mun og ó og ö og alls konar svona hljóðum og hún rétti mér bláu stafsyningabókina sem að mörg okkar sem erum eldri þekkjum og hún sagði nú verður þú bara að læra þessa bók með öllum reglum utanaf og í staðinn leyfðu mér að vera oft inni í frímínútum og ég lærði þessa blessuðu stafsynninga orðabók utanaf með öllum reglum og annað og ég kannski, þú veist, skrifa á sem ljóð og svona, þú veist, bara út af henni hún kendi mér íslenskun á allt annan hátt hún fann það að ég var öðruvísi ég þurfti öðruvísi nálgun á þessi tíma var ég líka lendi einelti að því ég var skrítin og öðruvísi og hún bjargaði, þú veist, alveg hugsa ég alveg einu ári af mínu lífi og rúmlega það og þessi kona hét Helga Möller ekki söngkona hún er látin fyrir mörgum árum úr krabbameini en þú veist henni verði ég ávallt þakklátt og kannski þessina fór ég líka sjálf út í kennslu að því að ég vil vera kennarinn sem að þú veist og mér er
alveg nákvæmlega sama hvort að nemendur að ná A, B eða C, þú veist, að þeim líði vel og þau séu að ná persónulegum árangri. Þú veist, að nemandi sem að nær árangri og betri í dag en í gær, þú veist, og kannski bara samt C-nemandi, samt nemandi sem að standa sig frábærlega vegna þess að hann, hún eða hán í stöðum framförum. Að með nemandi sem bara A og þarf ekki að hafa fyrir að læra, eins og ég í framhaldsskóla, þú veist, sem að keypti bækunar og skilaði síðan aftur í plastinu, þú veist, á vorin og las það ekki neitt og náði samt prófunum, þú veist, og þú veist, sem að bara gerði mig hrókafulla og gerði háskólanámið mitt miklu erfiðara, því þar lendi ég á vegg. Að þú veist, já, að nemendur læra mismunandi. En sko, þú talar kannski að við séum svona fættar, já, kannski svo bara 19. öldinni eða þannig, það svo, við erum orðnar svo aldraðar, en þá var allavega transhugtakið bara ekki til eða hvað? Nei, en ég vissi það samt frá unga aldri ég var stelpa, þú veist, og ég vissi að ég passaði ekki en líkama þetta kynhlutverk og fyrir mér þá upplifði ég það mjög sterkt alla ævi að ég væri í röngum líkama, þannig upplifði ég það, þá vissulega upplifði ekkit allt transfólk það þannig. En var einhver sem svona eins og þessi Helga Möller kennari eða gastu tjáð einhvern veginn þessa tilfinningu eða gastu sett hann í orð eða stundum þegar orðinu ekki til en gastu, já, einhver orð eru til náttúrulega, gastu tjáð þetta sem einhver orsök vanlíðunar eða? Ég reyndi í gegnum tíðina, þá reyndi ég að finna alls konar útskýringar og að því eins og ég segi, þú veist, mitt bjargráð var að lesa, ég las svo svolítið mikið sem barn og þannig fyrst hélt ég væri svona umskiptingur, álfabarn sem að hafði verið sett af álfunum til mömmu og pappa til að tekka hvernig manneskjur þau voru. Já. Og þar sem að þau voru ekkit rosalega góða manneskjur, þá var allt í klessu heima. Það var refsigir frá álfunum. Þú veist, þetta saga úr þjóðsögunum. Álfanir testuðu fólk svona og ég var alltaf að bíða eftir í álfunni kæmi og myndi sækja mig heim og ég fengi að lifa minn eigin lífi. Því að ég gæti enga veginn ég man oft þegar ég bara gekk fram í spegli að ég var hissa að því að þú veist, þetta var ekki ég, þetta var bara einhver önnur manneskja og þegar ég sá að speilmyndir hreyfði sig eins og ég, þá var ég bara mér fannst þetta bara skrítið því að það var aldrei ég sem ég sá og ljósmyndum eða eitthvað, þetta var ekki ég, ekkert af þessu, það ein og ein ljósmynd þar sem að mér finnst ég hafa séð mig en það eru ekki margar. Ég held að einhver hafi rannsakað jafnvel, eða verið að skrifa að jafnvel að Huldu álfa sögur álfa og huldufólk sé sumpart kannski einhver tjáning á trans. Já, en kannski með misminnar sko. Og síðan seinna meir þá held ég að ég væri bara geimvera. Ég var eitthvað svona geimveru sníkill sem hefði óvart farið í þennan mennska líkama og væri föst og mér leið bara eins og ég væri svona föst lítið geimvera sem væri föst inn í haustnum og væri að horfa út augun á einhverju annari mannesku sem að væri ekki ég og þetta væri bara að ég væri fangelsi. Ég upplifði líkamann sem fangelsi og ég reyndi, þú veist, að tala mynda við systur mína og svona við Helgu Möller nei, ég reyndi ekki að útskýra neitt svona og ekki við neina kennara ég hef sagt áður, þú veist, ég bjó við andlegt og líkamlegt ofbeldi í æsku og það svona gerði það verkum að maður einhvern veginn maður var, þú veist maður var ekki að tala við kennarana sína maður talaði ekki við neitt því að maður tók það inn á sig að ég var lamin að því að ég var öðruvísi og þess vegna var þetta mér að kenna. Já. En þú sem kennari ertu svona næm fyrir því þegar þú sérð nemendur þína sem að þú upplifir að séu svona
í þessari vanlíðan af þessum toga svona þessar sem upplösi sem kannski þurfa ekki upplösi sem geimverur núna, kannski hafa hugmyndina vonandi og hafa orðin en verður þú vör við þessa vanlíðan í skólakerfuna þá? Já, því miður. Það ennþá rosalega feluleikur og það var transstúlka sem að kom svona stundu til þess að fá að spjalla og hún gerði það eiginlega í hálfgerðum feluleik og þetta er rosalega viðkvæmt og það var svona tímabil sem að maður hélt að þetta væri á réttri leið og þau voru að koma út eitt og eitt og svona anstæðingar, þessi anstæðingar segja þetta að veri tískupóla en það var ekki tískupóla, bara leið og þú veist hvað þú ert, þá náttúrulega bara viltu fá að vera það leið og hefur orðið við sjálfa þig og leið og samfélagið opið fyrir og leiðið að vera þú sjálf, þá viltu náttúrulega fá að vera það vegna þess að þrátt fyrir allt hatrið þá líður manni alltaf best þegar maður bara heiðarleika hvort sjálf sér og það ákveðin gleði því að vera bara þú sjálf en ekki í neinu feluleik en núna þá erum við að sjá þú veist krakkana rauninni fara aftur inn í skápinn það ákveðin ótti það þýðir ekki að það allt einu orðið færra transfólki það bara inn í skápnum og því miður alveg eins og í minni kynslóð og kynslóðinni sem að ólst upp á 8. og 9. áratugnum og í byrjun 10. að það var bara ótal fjöldi sem dó inn í skápnum það voru ekki færri transeinstakleika þá það voru bara færri sem voru sýnilegri og það því miður að gerast aftur núna gömul rannsókn frá rétt fyrir COVID frá Kanada og við vitum alveg að þetta verra í dag að sýnir að 49% transfólk hefur reynt sjálfsvík það frá rétt fyrir COVID í kringu 2020 rannsókn sem var gerð 2019 og var byrkt 2020 og við vitum þetta vestnað nýleg könnun sem að Samtökin 78 gerðu á meðal ungmenna sýnir að hinsegin ungmenni sem að eru sýnilega hinsegin eða hafa verið opið með sinn hinsegleika að verða fyrir miklu verra aðkasti núna heldur en þegar sambærileg könnun var gerð fyrir nokkrum ára síðan og könnunin sýnir að það eru fleiri sem að þora ekki að koma út úr skápnum heldur en þá það eru fleiri sem eru inn í skápnum og almenn vanlíðan ótti og kvíði hinsegin ungmenna hvort sem eru komin út úr skápnum eða ekki hefur aukist gífurlega síðustu 4 ár En sko nú nefnir góða kennaran sem að flestir mun eftir og það náttúrulega alltaf það fer ekkert eftir einmitt kannski því hvort fólk sérfræðingar eða ekki en hvernig það ekki svolítið undir hælinn lagt hvort svokallagi sérfræðingar eða þeir sem að sem sagt eiga að taka á vanlíðan barna og eru kannski með greiningum og svoleiðis eru sérfræðingar yfirleitt jákvæðir gagvart trans fólki skilur og tekur það alvarlega eða kemur það fyrir að sérfræðingar greini mannesku sem hann kemur og lýsir þessari tegund kvíða eða vanlíðanar sem að þetta sé eitthvað annað sem einmitt geðsjúkdómur eða sem fælni eða sko skilur spurninguna eða? Já. Ég bara pæli sko, þú veist, það líka önnur mýta að þetta sé, þú veist, bara leið og komur út sem trans fyrir sjálfið þér eða sjálfri eða að þá bara lappir þú inn til næsta læknis og bara lappir leikum við út hringkurðina með öll þín hormónalyf og bara beint í skurðagerð og málið bara búið bara á núleitni en þetta ekki svona þetta erfitt ferli, þetta oft niðurlægjandi ferli þú farið oft mjög erfiðar og krefjandi spurningar
þú ert næstu því yfirhærð aftur og aftur og aftur og það enginn sem að leiku sér að því að vera trans sem ekki trans það fullt af fólki sem fer inn í ferlið og bara þú veist sem er kannski ekki alveg viss og gefst upp vegna þess að ferlið svo erfitt og þetta áður en þú farið nokkura hormóna eða nokkur skapaðan hlut. Þannig að ég eiginlega að meina sko, þú sem sagt, maður vissi það nú kannski að læknakerfi og svona væri dálítið þungt í vöfum en líka eins og sálfræðingar og félagsráðgjafar og svona sem er það bara raunverulega tilviljun hvort að menn hafa fordóma eða ekki eða hvað? Það ennþá svo ég búin að lendi því og ekki bara ég heldur mikið að transfólki að við lendum í því að fara til sálfræðings út af kannski ykkur allt öðru og við byrjum á því að eyða gífurlegum tíma í að fræða viðkomandi sérfræðing hvað að vera trans af því að það bara þekkingin ekki til staðar fyrir nokkrum ára síðan þá voru þeir að tala að færa hlut af þjónustunni við transfólk yfir á heilsugæsluna þeir gáfust upp á þeirri hugmynd vegna þess að þú veist að það var engin fræðsla og heimilislæknar og heilsugæslulæknar þau bara höfðu ekki hugmynd hvernig ætti að þjónusta þetta fólk margir læknar sögðu bara nei, við gerum þetta ekki þú veist, við höfum nóg á okkar könnu þó við séum ekki taka þennan hóp líka og þau sem að tóku þennan hóp að þau bara vissu ekkert hvað þau voru að gera ég lendi á heimilislækni sem hún var yndisleg en það voru 3 tímar sem ég borgaði fyrir þar sem ég var bara að fræða hana veist, ég var bara með fyrirlestur eftir fyrirlestur og alls konar upplýsingar og hvar hún gæti afla sér frekar upplýsingar veist, ég hefði átt að rukka hana en og þetta við erum að lendi í þessu og því miður það þannig að við lendum eins og líka hjá sálfræðingum og félagsfræðingum að þau hafa ekki þekkinguna og ekkert verra en þegar þú ert á mjög brothættu tímabili þú ert búin að koma út, þú lendir í einhverju áfalli og þú ætlar að leita þér hjálpar og sérfræðingurinn segir bara hvað það? Nei, þetta ekki bara eitthvað bull? Þannig að fá þeir bara nokkrar svona þunglítistöflur og þetta bara, gleymdu þessu, þetta nú bara eitthvað kjaftaði. Og þú labbar út með bara, þú veist, eitt risaheft upp á 50 skammta af sterkasta þunglítislyfi sem að getur og þú bara freði næsta árið á eftir. Og þú ferð að efast sjálfa þig. Þú fyrir að efast sjálfa þig, þú fyrir að efast allt og þú fyrir að segja við sjálfa þig, já, veistu það, kannski ég bara klikk. Og ég segi þetta vegna þess að ég var þarna. Ég kom út 2002 fyrst. Ég lendi í hrottafenginni nauðgun í lok árs 2004. Ég fer til sérfræðings á Íslandi 2005 og mér mætti þetta viðhorf. Ég eins og Íslingur sem alin upp við það að allir sérfræðingar hafa nú rétt fyrir sér, tók þessar blessuðu töflur eins og eftir forskrift af samviskusemi og ég var bara dofin. Og í mörg ár þar á eftir sagði ég við sjálf mig liggur við daglega ég bara klikk en ég fæ að fæðast rétt í næsta lífi. Það alltaf eins og maður veit það mjög erfitt að endurheimta svona trausti á sinni eigin dómgreind ef maður missir það sko. Já. Það alltaf ekki alveg og þarna heyrist mér að það þá ekki raunverulega, þú átt ekki vísa stuðning neinstaðar eiginlega í kerfinu eða nema kannski hjá þeim þá og þess vegna komum við aftur að fangabúðunum og transfólki og innflytjendum í Bandaríkjunum núna sem byrjað að eins og þú segir, það bara byrjað að banka upp á og handtaka fólk. Já. Að þá náttúrulega gríðarlega mikilvægur þessi stuðningur milli félaga það ekki, þeirra sem hafa svipaða reynslu kannski
Það er eina sem þú getur... Því miður þá erum við bara svo fá hérna á Íslandi að minni kynslóð. Við ættum að vera miklu fleiri sem segir mér að það er bara rosalega mikið af transfólki að minni kynslóð sem er annarkvort dáið eða ennþá inn í skapnum eða flutt erlendis. Og þannig að þegar maður fer til dæmis og reynir að fá svona jafningjastuðning að þá er maður kannski ekki alveg að fá þann stuðning sem maður þarf að því að reynsluheimur fólksins er allt annar. Þú veist, reynsluheimur þess sem að er fætt 1970 og er trans er mjög ólíkur reynsluheimi þess sem að er fættur 1990 og er trans. Hvað þá einhvern sem er fættur 2000. Því miður erum við að sjá kynslóð núna sem er kannski fætt 2010 sem er að upplifa mjög svipaða hluti og við sem voru fætt 1970. En maður verður líka bara að hugsa, þú veist, eins og bara ég er sönnun þess að sama hvað þú reynir að gera transmannesku að sís og streit, þú veist, með góðu og illu og þú veist, og ég með þess að sjálf tók þátt í bullinu og fór til 1.000.000 alls konar sérfræðinga og andalækna og guð má vita hvað til að reyna að láta laga mig og bjarga mér frá því að vera trans. Ef þú getur ekki breytt transmannesku í sís og hetero með öllu þessu ofbeldi, andlegu og líkamlegu, með góðu og illu, áratugum saman, þá getur ekki breytt, þú veist, hetero sís mannesku sem að, þú veist, með því einu að kenna transfólk, með því að gera það meira sýnilegt. Ég meina bara eins og alla teiknimyndinar. Það er allt vitlaust núna ef þú sér 2 teiknimyndastelpur kissast. Það eru teiknimyndastelpur. Það er alltaf líka eitt einkenni á fasisma. Það er óttin við upplýsinguna raunverulega. Já. Að það eigi bara raunverulega að það megi ekki einu sinni miðla upplýsingum. Ég meina besti vinur fordómana og hatursins er fáviskan. Þú veist, heimska og svona fasismi, þau ganga alltaf hönd í hönd. Arna Magnea Danks fréttaritari okkar hérna í mannréttindamálum, takk fyrir að koma að Rauðaborðinu og gefa okkur svona smá skýrslu og mér langar til að biðja þeim að koma reglulega og óreglulega ef þú ert til í það sko að því þú fylgist vel með og sérstaklega núna hvað er að gerast í heiminum sem verður okkur leksía náttúrulega og ef við náttúrulega bara spyrja það rétt árum hættum hvað ert þú lítur að gera eitthvað annað þessa dagana heldur en að fylgjast með fréttum eða þessum hörmungarfréttum. Já, ég gleðst að hverjum degi er unni bara yfir þú veist, lífinu og fjölbreytileikanum sem að lífið er yfir sonum mínum og kettinum og hundinum og kærustunni og bara þú veist öllu því sem að er jákvætt. Já. Því að sko sama hvaða lífið er erfitt þú veist, og skíturinn er mikill að þá eru alltaf samt rósir sem að vaksa upp og maður getur alltaf fundið ilminn af villiblómanum og þannig að þú veist, ég er til dæmis að kenna núna í kvikmyndaskólanum ég er lærð áhættuleikstjóri með kennsluréttindi í það sem er kallað sviðsbardalist frá British Academy of Dramatic Combat og einn Íslingurinn sem er með kennsluréttindi í þessu og þetta er, þú veist, þetta er svona ég segi þetta oft við börnin, þetta er svona að vera mistari gannislag og þetta er svona að útfæra alls konar ofbeldi fyrir sjónvarp og kvikmyndir og leiksvið og síðan skylmingar og þetta er allt koreografað þannig þetta er allt eins og dans og þau eru sérst að fara að sýna sitt á morgun og eru að standa sér frábælega vel og mér þykir mjög vænt kvikmyndaskólan vegna þess að þegar ég kom út sem trans að þá svona var ekkert að frétta í bransanum alveg í 2 ára eftir. Það var eins og bara ég hefði mist alla mína hæfileika við það að fólk uppgöta að ég væri kona en ekki kall. Sem er raun og segja. En kvikmyndaskólan hefur alltaf haldið trefið mig.
og síðan er ég áttuleikstýra í kvikmynd sem heitir Röskun og við erum að fara að taka upp smá svona hættulegt stigaatriði á morgun og ég má ekki segja neitt meira en það. Þannig að þú veist, en auðvitað kemur að því að maður hættir að kannski gera hættulegustu atriðin því að maður verður ekki yngri með árunum þó að hugurinn sé alltaf jafnungur að þá verð ég 55 ára á þessu ári þannig að það er nú bara spurning hvað maður en ég get kennt endalaust. Þú veist, meistari minn sem ég lærði hjá sem að vann mikið með The Royal Ballet Company og Kenneth Branagh og Emma Thompson að hann kendi alveg til 70 sko. Þannig að maður getur alltaf haldið sér við. Það er kennari í þér svona hérna. Takk fyrir að koma og leiðbeina okkur hérna við Rauðaborðið. Ég vissum að eru margir sem að bara njóta þess að fá upplýsinguna og umræðuna. Arna Magnea Danks, kæra þakki fyrir að koma. Hlustendum áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að vera með okkur í samræðunni og Pétur Fjellsteð og Laufey Líndal Ólafsdóttur, tækni fólkin okkar, þakka ég fyrir að varpa samræðunni yfir til ykkar og ég heiti Oddný Eir og segjum þetta gott við Rauðaborðið í bili en svo höldum við áfram eftir smá hlé. Sameyki, stéttarfélag í almannaþjónustu, óskar stofnunum ársins 2024 til hamingju með árangurinn. Sameyki.is